orð. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen.
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaret vatn og mannfjöldinn þrengdist að honum til að hlýða á hann, til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: legg þú út á djúpið og leggið net ykkar til fiskjar. Símon svaraði: meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tóku að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana, svo nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, féll hann á kné frammi fyrir Jesú og sagði: far þú frá mér, Drottinn, því að ég er syndugur maður. En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru, vegna fiskiaflans þeir höfðu fengið. Eins var við Jakob og Jóhannes Sebedeusinni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon: óttast þú ekki, héðan í frá skaltu menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Amen. Skamt af sæð og fjöld, sér til þess að færa leið ég finni, fyrir skrefið hvert á lífs míns braut. Hann sem mér allar stundir nærri, á við hverjum vanda svar og ráð. Máttu hans allri hugsun hænni, heilög elska viska föður náð. Morgun dagsins þarf ég þekki eigi, það að Drottinn segir mér, náðin þín kann nægja hverjum degi.
Hvað sem mætir geti átt með þér, einhvern eitt andartak í einu, hunds til þig sem seg. Friður Guðs sé með ykkur öllum. Það er mér heiður að fá að jarðsyngja Þröst Marsiliusson hér í dag. Ég er gamall Ísfirðingur eins og grönnum má sjá, fæddur hér í Sólgötunni við kirkjuna og man eftir prentsmiðjunni sem var hér þar sem að kirkjan stendur nú. Við kveðjum hér í dag Þröst Marsiliusson og þökkum fyrir líf hans og störf
og það sem einkenndi persónu hans og verk á lífsveginum. Og veðrið er eins og best verður á kosið, alvöru Ísafjarðarlogn og sólskinn. Þröstur var einkar laghentur maður, eins og allir þekkja. Hann var skapari af Guðs náð. Eftir hann liggur gott og fagurt handverk, ótal hlutir sem margir voru á sinn hátt hrein listaverk. Hann gerði ríkar kröfur til sín og þeirra er hann leit til með í störfum sínum og kendi og lagði metnað sinn í sérhvert verk og kendi lærlingum sínum að gera hið sama. Nú heyrast ekki lengur hamarshöggin sem bárust milli fjallanna forðum daga þegar hendur þeirra er unnu við skipasmíðar í Neðsta og í Torfnesi, mótuðu tré og málma í samhentu sköpunarstarfi sínu er þeir byggðu báta og skip. Föðurland vort hált er hafið, segir í þekktum sjómannasálmi. Já, landið okkar og föðurlandið er líka sjórinn í kring. Og til þess að yrkja hafið þurfti skip og hugrakka menn í áhafnir sem lögðu til krafta sín og gáfur til að færa björg í bú og skaffa atvinnu í landi og auð til framkvæmda og framfara. Atvinnulífið hefur þróast og breyst og nýjar greinar hasla sér völl sem engan óraði fyrir. Sé litið aftur í tíman. Nýlegt dæmi hér frá Ísafirði úr næsta nágrenni kirkjunnar mikinn árangur í vísinda og tæknistarfi ber vott að þegar hugur og hönd vinna saman í skapandi ferli þá gerast kraftaverk og undur. Við mannfólki erum að skapa eitthvað alla daga og Ísafjörður hefur fætt af sér margt skapandi fólk. Þröstur fæddist 16. september 1937. Hann lést á heimili sínu á Hlíf 27. júlí síðastliðinn. Foreldrar hans voru Marselíus Bernhardsson og Alberta Albertsdóttir. Systkini hans voru í aldursröð Jónína Jóhanna, Stefanía Áslaug, Kristján Sveinn. Þessi þrjú voru hálfsystkini Þrastar. Börn Albertu og Kristján Sveins sem fórst með vélbátnum Rask 1924. Alberta giftist síðan Marselíusi sem gekk börnum hennar í föðurstað og þau eignuðu saman 11 börn. Nöfn þeirra í aldursröð eru Guðmundur Jón Dan, Kristín, Sigríður dó í æsku, Guðný dó í æsku, Helga Þuríður, Kristinn dó í æsku, Högni, Betty, Sigurður Magni og Messianna. Nú lifir Högni einn af þessum stóra hópi. Þröstur ólst að miklu leyti upp á Ingjaldssaldi fram að skólaaldri og fermingu og naut dvalarinnar í sveitinni hjá Guðmundi föðurbróður sínum og fjölskyldu hans. Þröstur lauk framhaldsskólanámi við Iðnskóla Ísafjarðar í járnsmíði og bætti við réttindanámi í stálskipasmíði 1967 í Ringkjöping í Danmörku. Hann starfaði sem yfirverkstjóri skipasmíðastöðvar föður síns til 1977 þegar hann stofnaði sitt eigið fyrirtæki sem sérhæfði sig í járnsmíði og vélaviðgerðum. Þröstur giftist Þórunni Jónsdóttur árið 1960, þau skildu 1968. Börn þeirra eru Þórir sem lést 2015, Sigríður og Dagný. Þröstur kvæntist eftirlifandi eiginkonu sinni Halldóru Magnúsdóttur árið 1971. Hann gekk Haraldi sinni hennar í föðurstað. Þröstur var Ísfirðingur í húð og hár og bjó öll sín fullorðinsár þar hér, reyndar með stuttum stoppum í Danmörku og Hafnarfirði. Hann starfaði öttulega með Oddfellow-reglun og Ísafirði og var vinamargur og bræður hans standa heiðursvörð hér í dag. Hann naut þess alla tíð að handfjalla verkfæri sín, tæki og tól sem hann notaði í sköpunarstarfi sínu og svo stundaði hann golf með traustum félögum í áraraðir. Fjölskyldan skipaði stóran sess hjá Þresti og hann fylgdist vel með fólkinu sínu og átti í góðu og reglulegu sambandi við þau.
Ég hef átt samtöl við börnin hans og nokkra Ísfirðinga sem þekkt hann og svo man ég hann auðvitað sjálfur frá því ég ólst upp hér frá miðri öldinni sem leið og fram á 7. áratuginn. Ég hitti Þröst hér á Ísafirði fyrir 2 árum. Hann gaf mér mynd sem ég lét fylgja handvagni úr verslun föður mín sem hann Árni bakari hafði bjargað úr af öskuhaugum og ég lét gera upp og afhenti byggðasafninu. Svo hringdi hann í mig í fyrra og leitaði ráða með gamla golfkerru. Hann hafði mjög gaman af að leika golf. Og ég sagði krökkunum hans að það væri ekki skrítið því golf væri kristilegasta íþrótt sem til er. Og það lægi í því að golfið hefur sérstakar reglur sem þeir kylfingar kalla forgjöf, sem er auðvitað algjört rangnefni. Nafni forgjöf nær ekki því sem í raun gerist í golfi. Forgjöfin er ekkert annað en fyrirgefning á klaufaskap. Og þess vegna er íþróttin afar kristileg. Þröstur var glaðsinnamaður, hann hló mikið og gerði að gamni sínu. Stutt var ætíð í bros og glens, eins og sjá má á myndunum á sálmaskráni. Hann var vænn maður og með mjúkt hjarta, þó hann inni í hörðum efnum, stáli og járni og málmum. Við þekktum hann öll, þið þekktuð hann öll og munið hans ljúfu persónu. Hann hafði brennandi áhuga á allri tækni og var mikið fyrir tæki og tól. Hann fylgdist vel með tækninni, lærði á nýja síma og önnur tól, fékk aðstoð við að koma greiðslukortum í síman og ökuskírteininu líka. Og svo fannst honum skondið þegar nýji bíllinn hans minnti hann á í langkeyrslu Djúpið að nú er kominn tími til að fá sér kaffi. Já, tæknin vakir yfir okkur og sumum finnst nú stundum alveg nóg Græjur og grúsk voru hans yndi. Hann vildi læra allt strax og helst vera búinn að því í gær. Hann átti mörg áhugamál, tók urmul af myndum ævina, lærði á Photoshop forritið og færði meðal annars vídeómyndir inn á geisladiska. Mikilvægt er að fólk tapi aldrei forvitni bernskunnar og löngunni til að læra eitthvað nýtt. Virkni á efri árum bætir lífið og lengir það. Hann hafði átt stóran þátt í að breyta skipasmíðunum hér í bæ úr tré í stál og hafði sótt sér viðbótarmenntun til Danmerkur í því sambandi. Hann var snillingur í rafsuðu, sögðu þeir við mig, og meðferð málma, en færði sig yfir í tré í tómstundum sínum efri árum og skapaði margt fallegt í rennibekknum. Er það ekki ögn skondið að hann hafi farið úr stáli í tré í skipasmíðum og svo tilbaka í tréð í tómstundum sínum efri árum. Lífun er stundum líkt við hringferli, eins og til dæmis í máltækinu tvisvar verður gamall maður barn. Og auðvitað við konum þetta líka. En þetta var nú upphaflega sagt á köllum í algjöru hógværð. Hann kunni vel á eldinn og hvernig hann gat mýkt, eldurinn gat mýkt málma og opna nýjar vittir í sköpunarstarfinu. Þið sjáu þetta á einni af myndunum á sálmaskráni. Fyrir árþúsundum lærði maðurinn að beisla eldinn og enn erum við að. Því það er eldurinn sem knýr öll skipin okkar og flugvélarnar og allar hitaveitur landsins ef dýpst er skengst. Svo notaði hann sýrur eins og þeim er tamt sem vinna með málma. Hann nýtti sýru til að æta málma og gerði það af listfengi. Hann smíðaði margs konar hluti og í sumum tilfellum minnismerki. Börnin nefndu verk sem hann smíðaði og er á Þingeyjarflugvelli. Og verkin voru mörgum ævina sem hann vann eftir pöntun eða skapaði úr eigin hugarheimi. Hann gerði marga krossa á leiði og sjást þeir nú víða land því aðrir hæleiksmenn hafa kunnað að meta hönnun þrastar og handverk en án þess þó að Þröstur kærði hugverkastuld. Og giftingarhringana hans og Halldóru hannaði Þröstur og svo fóru samskonar hringar að sjást á allt öðrum fingrum í tímans rás. Já, Þröstur kom víða við. Hann hannaði einnig stærri verk eins og til dæmis skæraliftuna sem hann smíðaði og
notað þegar hann reisti húsið og hélt því við sem hann byggði í Sundstræti 32. Eitt sinn renndi hann 3 kúlur fyrir Nonna Bjarna, æskuvin sinn, sem átti að vera eftir nákvæmu máli og ítarlegum fyrirmælum. Og Þröstur spurði hlæjandi hvort hann ætlaði að hengja þetta í gardínuna hjá sér. Nei, svo var ekki, því Nonni ætlaði kúlurnar í eitt af sínum allra bestu og frægustu töfrabrögðum. Þeir hlógu mikið þegar Nonni sýndi æskuvinni sínum töfrana. Þegar breytingar urðu í skipasmíðastöðinni og leiðir skildu með honum og öðrum ættingjum, stofnaði hann fyrirtækið Þröstur Marselíusson e.h.f. Þau skil sátu lengi í honum og honum sárnaði viðskilnaðurinn. Glæstu tímabili í skipasmíðum Ísafirði var þar með lokið. Sjaldan féll honum verk úr hendi og lék á allsoti í hvert sinn sem hann kom í smíðinu og hann við tólin og tækin við hendina. Halli minnist þess að hann hellti eitt sinn mikilli ammoniaksýru á gólfið í smíðinni þar sem hann var að æta málm. Af því gat skapast hætta og því varaði hann strákana við og sagði eitthvað á þessa leið í ritskoðun prestsins: ef ykkur fer að svíða á milli fóta, þá skuluð þið bara hlaupa út, en ef þið pissið á ykkur þá er það orðið of seint. Já, hann var gamansamur og gat komið fyrir sig orði. Halldóra og Þröstur áttu góða sambúð. Guð blessi þig, Halldóra. Hún hafði starfað sem kennari árabil og kenndi meðal annars íslensku áður en hún gegndi störfum á fræðsluskrifstofu Vestfjarða. Með vinnu sinni sá hún svo bókhaldið í fyrirtækinu þeirra, þar til Haraldur tók við smiðjunni í Ásgarði sem í húsinu sem áður nefndist Pétursborg. Fyrir ofan húsið þar plantaði hann fjölda trjáa til að binda jarðveginn og draga úr vatnsaga úr hlíðinni og tókst vel til, þar nú þéttur skógur. Og auðvitað man ég þessar fjölskyldur vel, Marselíusar fjölskylduna og fjölskyldu Halldóru. Hún Elín vann nú með mér í búðinans pappa í gamla daga og Inga kendi mér að lesa og kendi mér kristinfræði Gaggo og Guðfinnur kendi mér líka og hann svona var nú alveg á nippunum með að reka með stundum úr tíma. Það er merkilegt hvað þetta að spekja svona stráka. Samband Þrastar og Halldóru var afar gott. Þröstur hefur hugsað vel hana hinn síðari missirinn í veikindum hennar. Hann hefur einnig sýnt öðrum íbúum og Hlíf mikla elskusemi. Eftir að hann komst að því að hóstamikstúra sem hann hafði keypt svínvirkaði, hann prófaði hann á konu nokkur á Hlíf og sami árangur kom í ljós og svo fór hann að keypti mikstúra handa flestum ef ekki öllum konunum á Hlíf. Og svona var Þröstur, hjálpandi fólki með bros á vör. Og fólkið á Hlíf og víðar í bænum saknar Þrastar sem var alltaf að gera einhver góðverk. Og Hlíf er fagurt nafn. Hlífir og þar sameinuðust þeir bræðurnir Þröstur og Högni á ný eftir langt samstarf á sínum tíma hjá föður þeirra. Hér kveður hann fjöldi manns og einnig flyt ég ykkur kveðjur nokkura fjárstætra. Ragnheiður Hulda Davíðsson, ekkja Þórisheitin, sendir kveðju sína og dóttur þeirra Huldu. Ólöf Erna sendir kveðjur og innilegar samúðarkveðjur sínar og afastrákana Emils Arnar og Viktors Helga, sem hún segir að muni alltaf geyma minningu afa Þrastar í hjartanum. Kveðja hefur borist til ástvina Þrastar frá Hofsósingunum hennar Bettíjar og Bára mákona Þrastar sendir sínar samúðarkveðjur og þakka fyrir allt gott. Svo kveðja frá Nonna Bjarna, Jóni Aðalbirni Bjarnasinni og konu hans Lilju. Einnig frá systur Jóns Guðrúnu eða Dúdú sem býr í Bandaríkjunum. Þau þakka af öllu hjarta sambúðina á horninu forðum daga sem aldrei bar skugga á og minningarnar góðu sem ylja hafa þeim allt lífið. Þau tvö og Högni bróðir Þrastar eru þau einu af svonefndum hornabúkum sem eftir lifa, og takið nú eftir, af 24 börnum fjölskyldanna tveggja. Já, það var líf og fjör á horninu.
Og svo kveðja komin allavega frá Tælandi, frá Kristjáni Sveinbjörnssyni, frænda prestar sem þar býr. Bátar og bryggjur, skektur og skip, trillur og togarar, íshús og rækjuverksmiðjur, smiðjur af ýmsu tagi og 2 skiparsmíðastöðvar. Ísafjörður geymir merka atvinnu og menningarsögu. Bensku minningar okkar sem hér höfum alist upp og slitið barskónum eru margar. Við erum stödd í Ísafjarðarkirkju. Hönnun kirkjunnar skírskotar meðal annars til bylgjuhreyfinga hafsins sem þökin túlka. Öldurnar vísa til þess að Kristur kallaði lærisveina sína að hluta til úr hópi fiskimanna og svo kyrrðan vind og sjó sem þekkt er allan heim. Öll bestu lönd veraldar, löndin sem flóttamenn sækjast eftir að komast til, eru öll mótuð af kristinni trú og gildum. Öll. Það segir okkur sem nú lifum hve mikilvægur arfurinn er sem við eigum að ávaxta og skila til komandi kynslóða. Mér er ekki örgrannt að við höfum slakað helst til mikið á í þeim efnum á nýrri yfirstandandi öld. Þess ber að geta að Þröstur var fenginn til þess að smíða handriðin í þessu fagra húsi og allt sneri að hans iðn. Ég kom að Galileuvatninu í Ísrael í fyrsta sinn í maí síðastliðinn og messaði á bökkum vatnsins í nágrenni við vörina þar sem Pétur ýtti sínu flegi á flot. Þeir voru fleiri sjómennirnir sem yfirgáfu bátana og slógust í för með frelsarannum sem þeir höfðu áður séð kenna á og við ströndina og stundum úr bátum þeirra eins og við heyrðum í Guðspjallinu áðan. Kirkjum gjarnan líkt við skip. Fyrir því gömul hefð að kalla megin hluta hverjar kirkju kirkjuskip. Á ensku heitir það nave og af því kemur orðið navy sem merkir sjóher. Á norsku til orðið kirkjuskip og þýsku kirkjenschiff. Ég þjónaði sem prestur í Noregi í 5 ár, langt inn í landi, á meðal norðmanna. Í sumum sveitakirkjum var hangandi líkan á báti eða skútu þótt engir sjómenn byggja á svæðinu. Sami siður við lýði í mörgum löndum að það var líkan á báti eða skipi yfir miðgangi kirkju. Og hvers vegna skildi það nú vera? Jú, kirkjunni líkt við örkina hans Nóa sem bjargaði mönnum og dýrum og sagt frá í Gamla testamentinu. Flóð og hamfarasögur hafa fundist í fornum textum fleiri þjóða en gyðinga og því má telja víst að heimsbyggðin hafi upplifað mikið flóð einhver tíman í fyrndinni. En samlíkingin við örkina lengra því kirkjan skipið sem stefnir til himinsins og ber okkur með sér. Við vorum munstruð á þetta skip í heilari skírð. Ég man það þegar ég var ungur og vann við að læra endurskoðun og gerði upp bókhald og þurfti stundum að skipta afla og róðrum skipa og þurfti þá að fara í skrár hjá sýslumanni til að fá staðfest hverjir hefðu verið munstraðir borð í þessum eða hinum róðrunum. Þeir einir sem höfðu sannanlega verið borð fengu sinn hlut, sín laun. Við erum munstruð á þetta skip eilífðarinnar, kirkjuna, en ekki á einhver dárafleka sem velkist í öldurót og hafvellum alla eilífð og nær aldrei landi, hvergi. Nei, við erum borð í skipinu með honum sem kyrði bæði vind og sjó og gerði fátæka sjómenn og verkamenn að frægustu persónum veraldarsögunar. Við börnin á Ísafirði af minni kynslóð drukkum í okkur hinn kristna arfi í barnaguðsþjónustum hjá séra Sigurði í gömlu kirkjunni á þessum helgastað, í barnastarfinni í Salem, í skólum bæjarins, hjá skátunum, í stúkustarfi og hernum þar sem við sungum mitt fleyir svo lítið og lögur svo stór. Þið sem, ég veit á yngra fólki kannið þetta ekki, en þið sem eru eldri, kunniði þennan, maður sjá hendur, kunniði mitt fleyir svo lítið? Já, og nú syngið þið með mér. Mitt fleyir svo lítið en lögur svo stór, mitt líf í frelsarans hönd, en hann stýrir bátnum þó bylgjan sé há, beint upp
upp að himinsins strönd, komið með, því hann stýrir bátnum og bylgjan sé há, beint upp að himinsins strönd. Þetta er mikilvægur söngur. Trúin og vonin beina huga okkar að hinu stærra samhengi. Og þessi litli barnasöngur minnir á að það skiptir máli að við séum munstuð á örugt fley. Trúin og vonin sjá lengra en allt annað og þau eru í sama flokki og skáldskapurinn sem líka sér lengra, sér út fyrir ramman, út fyrir boxið og megnar að sjá það sem mannleg augu fá ekki séð og hugurinn fær ekki skilið. Það er svo margt sem heilinn skilur ekki, en hjartað veit og trúir. Við þekkjum orðið brjóstvit. Í elstu bók sem þekkt er á íslenskri tungu, íslensku homilíubókinni sem geymir stólræður presta frá 11. öld, er brjóstvitið kallað brjóstkirkja, helgidómur hjartans, stöðin sem tengjur okkur við handanveruna, himinin sjálfan og í stóra samhengi alls sem er. Trúin og vonin hjálpa okkur að sjá lengra, að sjá handanveruna, vona á himinin og það sem við tekur að jarðlífi loknu. Trúin og vonin gegna sama hlutverki og skáldskapurinn sem beinir sjónum okkar lengra en hversdagurinn nær, hjálpar okkur að komast yfir þær hindranir sem mæta okkur á lífsveginum og sjá allt í nýju og bjartara ljósi. Bátarnir og skipin sem byggð voru hér á Ísafirði forðum, þeim var ýtt úr vör. Ég man sjósetningu nokkurra þeirra. Það var mikilfengleg sjón að sjá sköpunarverk smiðanna, kissa sjóinn og lognið á pollinum. Þessi skip sjósettu þeir Þröstur og félagar í góðri trú og von. Sum skipanna urðu happafley en önnur tók hafið. Við sjósetjum margt á lífsleiðinu og bindum vonur okkar við hitt og þetta. Sumt farnast vel en annað mistekst. Segja má að við sjósetjum börnin okkar þegar þau fara heiman í von og trú að þeim muni farnast vel. Lífið er nefnilega þannig að því er útilokað að lifa án trúar vonar, að ógleyndum kærleikanum, og þegar að kveðjustund kemur, það eru það einu hugtökin sem skipta máli: trú, von, kærleikur. Í þeim anda kveðjum við Þröst Marselíusson með þakklæti og í huga. Hann var eftirminnilegu maður og setti svip á umhverfið sitt og nú ýtir hann úr vör í hinsta sinn og tekur stefnuna heim. Í sjómannasálmunum Ég er á langferð segir í niðurlagi hans: þá hinsti garðurinn úti er, ég eigi land fyrir stöfnum og eftir sólfáðum sæmi ber að sælum blælignum höfnum og ótal klukkur ég heyri ringja og hersing ljósengla drottin syngja, velkomin hingað heim til vor. Lát akkjer falla, ég er í höfn, ég er með frelsara mínum, far vel þú æðandi dimma dröfn, vor drottin bregst eigi sínum, á meðan akkjer í ægi falla, ég alla vinina heyri kalla, sem fyrri urðu hingað heim. Já, nú leggur Þröstur úr vör með því skipi sem hann var munstraður á sem barn í heilari skírn. Guð blessi minningu hans og Guð blessi þig og varðveiti sem enn ert á lífsveginum. Amen. Takk í postulegri kveðju. Náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Gjörið svo vel og setjist.
Það komið að miskunnarbæn. Það gott að biðja Guð miskunn, kannast við það að við þurfum einhvern stærri yfir okkur og meiri, og síðan fylgir miskunnarbæninni frægur texti sem heitir Lofsöngur Símeons. Símeon átti það fyrirheit í hjarta sínu að hann myndi sjá frelsaran áður en hann byggði við. Og hann fór í musterið og þar hitti hann Maríu Jósef með barnið, og þegar hann sá barnið þá vildi hann taka það í fang, og þá fór hann með lofsöng Símeon sem þið heyrið, og svo biðjum við saman. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss, Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss, Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Biðjum, við þökkum þér lifandi Guð, fyrir það við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar við kveðjum látinn ástvin. Heyr þú bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Þresti Marsilíusinni, bróður okkar, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma. Þangað til við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur,
og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá ætlum ég að biðja ykkur að rísa úr sætum og hvetja ykkur til að syngja með í þessi 2 vers hér að Hallgríms, allt eins og blómstrið eina og ég lifi í Jesú nafni. Syngjum með. Allt eins og blómstrið eina, uppvex á sléttri grund, fagurt með frjókun hreina, fyrstum dags morgunstund. Á snöggu auga bragði, afskorið verður fljótt, lit og blöðnuður lagði, lífmannlegt enda skjótt. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Og við syngjum. Ég lifi í Jesú nafni, í Jesú nafni þeim, þó heils og líf hafni, ræðist ég dauðan heim. Dauði ég óttast eigi, þinn ég valdið gilt, í Kristi kraft ef segi, kom þú sæll þá þú vilt. Og Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og setja náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Og Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen. Þá gerum við klárt til að bera út.